Og munið krakkar, alltaf að vera með hjálm. Undanfari. Hér er þessi hringur. En fer þessi hringur ekki, fer hann ekki einhvers staðar hérna. Þetta er engin vegur sko. Tjekkum hérna. Kjur. Það er ekki hægt að hjóla neins staðar hérna. Ég held ég að sé leið hérna, en það er náttúrulega bara tré fyrir. En það er bara lífið. Þá eru við ekki á þessum stað. En mér fannst ég heyri eitthvað koma bak mig. Þú veist, þessi rafmagnshjól, það heyra ekkert í þeim og sérðu þið aldrei, svo allt í einu. Hér er eitthvað. Höldum bara með hjóla hennar veg. Þessi verður góður. Ég ætla ekkert að vera flækið eitthvað. Jú, hérna. Bingo. Fólk hérna. Eitthvað að leggja sér. Ég tel vera svona óþægilegasta. Það kannski gleru á mér hérna. Sé ekki neitt. Með þessi rafmagnshjól er það. Þú veist aldrei hvar þið eru. Þú heldur þetta aðleitt eins og áðan. Ég leit alltaf bak við mig. Það er viss að sé enginn að fara að hjóla á mig því mér finnst mjög gott í þessum tilfellum á svona vegum að vera fyrir miðju. Ég nenni ekki að bræða út af því að það kemur einhver allt inn á milljón. Þarna áðan kom fólk upp á þurru allt í einu. Ég heyrði allt í einu bara í mölun á baka mig, hreyfast. Meira en dekki mín. Og það vildi bara fólk byrtast út úr einhverju runna þarna. Þetta er að versta. Þessi rafmagnshjól, þau bara koma upp á þurru með bregðu svo. Þegar maður vanlega heyrir í hjóli, þessi rafmagnshjól, þau bara fara svo hratt. Það heyrir ekkert. Undanfari. Þetta er tjekkið að vegur. En þetta er ekki leiðin sem ég fór fyrir nokkrum árum. Sætt ykkur það. Svo er þetta náttúrulega ógeðslega fyndið. Maður er hérna með síma sem hangandi utan á hálsinn, eins og hálsmenn. Fólk horfir á mann eins og ég veit ekki hvað. Mér getur risa síma utan á hálsinn. Þetta er viðkvæmni. Óhá. Ég veit ekki hvort að sjá þetta. Þetta er væntanlega vegurinn hérna á milli. Við bara höldum okkar striki. Hvað erum við búið með mikið? Ætli sem ekki bara búið með 6 kilometra eða eitthvað. Skoðum þetta. Og við væntanlega þá förum bara í gegn. En hér er bara gata. Er eitthvað að keyra hérna? Skrítið hljóð að koma hjólum minn hana. Daginn. Og við þurfum að stoppa þetta smá. Pumpa í dekkin. Nú er ég búinn að fara upp þessi brekku. Og ég fann það bara þarna upp brekkuna. Hvað þetta er erfitt. Verður alveg bæta smá þrýsting í dekki sko. Bara við næsta svona stopp. Sett hjólið almennilega niður, snúið kvöld og pumpa í dekkin. Fullt hæft. Ég er bara þorrið að gefa í hérna. Mikið svona blindum beyjum. Ég veit að það er fullt að liði hérna. Sem bara birtast út úr runnunum. Og runnunum hægt rólega sko. Og það er pumpa í dekkin. Gera hérna. Þrjú hjólið. Þetta er ekki gott sko. Ég held það svo sann. Nú er ég með ventillinn er beyglaður. Ég sé það. Ég sé þetta. Nú er góð þrýstingur. Ok. Vatn. Meiri þrýstingur núna. Ég fann hann nefnilega bara þegar ég var að taka svona beygjur.
Ég var að renna til, þú veist, niður brekkur, afturendin. Ég var alltaf með svo stjórn á afturendunum. Eins og dekki var á lind. Daginn. En nú erum við komin einhvers staðar. Veit ekki hvar. Nú er svolítið mikið að liði hérna. Föstudaginn langi, fyrir upp í Heiðmörk. Það er þessi fullt af keppnum á svona hjólum. Þeir hjóla ekkert upp þessar brekkur. Þeir hlaupa með hjólum brekkur þar. Persónulega finnst mér þessi keppni ógeðslega stutt eða eitthvað. En það er bara mitt. Ég er alltaf inn að hægri beygja. Ég vil halda fram að græna veginum. Grænt. Grænt. Lykt. Og veist, ég held að þetta sé örugglega geggjaður staður til að hjóla. En ekki í dag. Tökum bara græna hringinn. Förum yfir í Aksungulan, yfir í Bláan. Keilum þetta eitthvað. Þetta er töluvert skemmtilegri leið. En leiðin sem við tókum í gær á skiptegi. Væri ég kannski á hybrid hjóli. Væri ég á kannski hjóli sem var svona 2 kílóum léttari. 500 skallið dýrari. Þá get ég séð fyrir mér að vera að taka 100 kílómetra túra inn í bretti. Já, þarna fann ég að ég rann aðeins til. Gripið var til staðar. En það mátti ekki muna miklu. Ég fann það bara í beginni. Gripið meira. En ég líka að gafa aðeins í þarna. Anna lund. Daginn. Fullt af fólki. Nú þarf að hæga okkar fólk annað niðri. Daginn, takk fyrir. Þetta góð leið. Það er að gefa í og hafa gaman, sko. En já, ég er með 2 slöngur í dag til öryggis. Mitt svona tilfellum ef ég spreng. Það er þetta ekki mín. Nú þarf ég að stoppa Aksunguleið. Við ætlum hana. Lærði ekki leksjum minni gera. Ég kom með jafn mikið vatn. Þetta kom með meira vatn. Ég hálnaði með brúsa minn. Það er svo sem allt í lagi. Flaugnaðist ég þarna af hjólinu á grippunum eins og sáðu. Hér er hvastmaður. Það er þess að hérna. Ding dong. Ég sá bara í Aksunguleið og Bláu. Það er bílastæð hérna. Ég er algjör nýgræðingur. Þetta er svona hlut sem við erum að vita. Hér er bara svo laust. Mér er erfitt fyrir mig að taka krappa beygjur á miklum hraða án þess að renna til á þessum dekkjum sem ég er á. Ég þarf að þykja mig upp dekk og ég er að skoða mér helst myndi ég velja náttúrulega að kaupa ekki TRI því að þeir eru náttúrulega þjónustu hjólið mitt. En það er svona staðan á þessu. Ég á eftir að finna mig dekk en það verður ekkert fyrir daginn. Eins og þá er þetta bara svona hybrid dekk sem virkar bæði á möl og á malbygg. Markmið náttúrulega í lokin er að vera bara ágætur á þessum hjólum utan megar. Allan á sem stringa, vorin, sumrin, haustin og veturna. Henda nagla og hafa gaman. Og ekki nóg með það, þá erum við búin að keyra á þessi hjóluna hverja þrjumlega, ég held ég 2200-3000 kílómetra og við erum ennþá að nota sumi dekk. Új, nú fyrir við blátt. Síðasti spölurinn, 3 kílómetrar. Við erum bara meira og meira að skoða hérna í kring. Hér er eitthvað hjólabraut. Reynum á það. Ef þetta er náttúrulega bara eitthvað downhill, sko, þá er ég ekki að fara að gera neitt. Það hlýtur samt nú að koma bara mjög fljótt í ljós. Hvort þetta sé eitthvað sniðugt. Þetta er bara gaman. Þetta er hestaskítur. Þetta eru könglar. Sjáum hvort að dekkin dugi hérna.
Og muni krakka, alltaf að vera með hjálm. Ég er bara að renna hérna, sko. Það er skemmtilega leið. Þetta var kannski einum og gott í byrjun. Svo sá maður bara hvað þetta snerist. Djöfullur eftir að vera í sturluðu formi eftir þetta. Sumarmaður, við erum að halda þarna hjóla svona. Og hvernig þið? Annars fór ég upp í TRI. Núna var að láta stilla gírana mína fyrir sumari. Burða hann út í þetta. Og hann sagði mikil hjólamenning upp í Heiðmörk. Þegar snjór, þá þarftu að vera með einhvern ákveðin þrýsting í dekkjónum, ákveðin dekkja þykkt. Það verður hvað er þetta fullt hérna í myndbandi maður. Ég held við sem búin að hitta bara 50-60 mann sko, ef ekki meira. En það hljóta nú að vera fleiri skóið hérna, kringur Reykjavík, sem maður getur fara að hjóla. Ég veit að það eru fullt af slóðar hérna í Mosó sem ég eftir að prófa, en þú verður náttúrulega að hjóla þessu slóðar hérna í Mosó, fannst mér allavega, þegar það er ekki mikið lundur. Það er ekki mikið skjól. Og pedalapissi. Af hverju ertu alltaf, af hverju brunar ekki? Ég sé fólk hjóla, alltaf þannig að það er ekki að tala. Það ertu náttúrulega bara að gefa of mikið í. Þegar þú ert að hjóla og næra að tala smá, ekki ómikið og ekki ólítið, þá ertu á réttum hraða. Það er alveg þessar þessi brekkur sem pakka mig saman sko. Æ, hvað er bílastæði? Það er það lengst þangað. Þarna er hérna, ég veit ekki hvort þið sjáu það. Þetta er fólkið sem fór á bakkum mig, þarna. Það lengst þar. Við erum hérna, lengst á þetta. Á rafmagnshjólunum. En skemmtilegt. Fallegt veður úti. Það var alveg 10 stig hiti sko. Þótt að sé hvasst. Það var alveg 10 stig hiti úti. Og negla. Tóku svo mikið upp í gær að fyllti minni á símanum mínum. Þótt ég sem iCloud. Og fór hann ekki yfir í iCloud eins og ég vildi. Sko í svona brekkum. Hér getur maður náttúrulega bara stúta dekki. Passa verið hér að það sé ekki ykkur bíll að koma. Þessi hringur hér þekki ég. Ég hjólaði hérna mjög mikið fyrra. Fór hérna niður. Hérna. Hér er svona lítið brekka. Hérna. Skemmtilega að vera að mala við á þessu hjóli samt. En ekki það. Ég hef marað aftur og glengt tímuna. Ég átti að segja að hann að fá sér reysir aftur sko. Og ég hef bæði hjólinn. Var reysir nokkur ár. Endaði með því að eyðileggja það hjól. Selja það til parta. Nýja gíðar og bremsur og allt í þessu. Og þetta maður fatbæk á sín tíma. Það var eitthvað smá æði. Það er einmitt það sem því segi ég hafi farið upp Hafrafelli. Það var einmitt á því hjóli. Svo átti ég lengst fjallihjól. Hardtail Cube. Átti Cube Racer, Cube, Hardtail, Cube, Gravel núna. Ég er bara mjög hrifinn af Cube hjólunum. Ég hafa bara einhvern veginn virkað vel á mig, bara hægstætt verð. Yðurlunartíðin, hún er ekkert eitthvað stórfengleg sko. Dagarnir, já, maður væri hugsanlega til í prófa Specialized eða S-Works. Er það ekki eiginlega bara sama hjóli? Prófa allavega í viku eða eitthvað, eða dag. Pröfu að gera eitt svona hjól. Það versta er þetta stell, besta stelli sem ég fann. Ég er alveg 1,95 á hæð. Þarf samt stærra hjól, stóra mann. Það er til í að prófa það, en Cube hjólin eru alveg bara, það er bara einhvern veginn, bara virkar. Ég er ekkert í neinu issue með hjóli. Og þú veist, þetta hjól er búið að hjóla núna. Ég held að sé eitthvað rétt rúmlega 3.000 km. Ég er á sömu dekkjum sem er samt sem áður. Þú veist, ég þarf að fara að skipta þeim út. Búin að stilla gírana 5 mánuðum og svo fyrir, það er í ágúst í fyrra. Það er bara þrifið það reglulega sko. Ekki lengt inn í issue sko. Þetta er náttúrulega, einn dag kemur á því að það þurfi að bara fara í einhver yfirhaldningu en markmið eftir nokkur ára að kaupa. Það er náttúrulega bara geggjað að fá Specialized svona gravel bike sko, alvöru. Það er svo dýrt. Þetta hjól minni mig kostaði 300 skall eða eitthvað, ég veit ekki. Það er eitt hjól í Kríu sem er svona flott, sem væri svona framtíðarhjólið.
Það kostar 829.000. Eða svona 2-3 ár. Þá sé ég alveg fyrir mér að uppgreita, kaupa þetta. Þetta hjól er náttúrulega bara hentar rosalega eins og er. Einn daginn ætla ég að fara yfir í annarkvort dýrari Cube-hjól og betri. Það er að segja ef áhuginn dafnar ekki. Hann hefur nú verið til staðar síðustu 5 ár. Svo eins og staðar núna, ég held að þessi áhugi, hann hverfur aldrei. Það voru bara við byrjuð við. Ég ætla að stoppa hérna aðeins. En ég get alveg sér fyrir mig að taka hefi góða rúnt á þessu hjóli. Líka liturinn geggjaður. Fuel green and blue. En annars þakka ég fyrir að horfa. Þáttu 2 og fylgist með næsta þætti. Thank you.